Nú ætlum við aðeins að kíkja á nokkrar reiknireglur. Við ætlum að byrja á að kíkja á víxlreglu. Samkvæmt henni þá skiptir ekki máli í hvaða röð við gerum hlutina. A plus B er það sama og B plus A. Hvað þýðir þetta? Jú, 2 plus 3 er 5, en 3 plus 2 er líka 5. Gildir þetta í fleiri reikniaðgerðum? Jú, margföldun líka. 4 sinnum 5 er 20 og 5 sinnum 4 er líka 20. Þetta gildir í plus samlagningu og sinnum margföldun. Tengireglan er örlítið flóknari. Hún segir mér að ef ég er með nokkur atriði, það er að segja 3 tölur sem ég ætla að leggja saman, þá skiptir ekki máli hvort ég geri þetta fyrst eða þetta. Ég var að setja inn tölur. 1 plus 2 plus 3 er jáft og svo 1 plus 2 plus 3. Þetta er sama dæmið. Ef ég ætla að gera þetta fyrst, þá fæ ég út hérna 3 plus 3 gefur mig 6. Ef ég geri þetta fyrst, fæ ég 1 plus 5. Þetta lítur ekki eins út á þessu stigi, en ég fæ það nákvæmlega sama út beggja vegna. Ég fæ út 6. Með öðrum orðum, það skiptir ekki máli hvort ég geri á undan. Þetta gildir í plus eða samlagningu og sinnum eða margföldun alveg eins og víxlreglan. Síðasta reglan sem ég ætla að skoða er pínulítið flóknari en hinar. Þá skiptir ekki máli hvort ef við erum að leggja saman tölur eða draga frá. Hvort við margföldum fyrst inn í sviga eða ekki. Ég ætla að sýna ykkur, þetta er pínulítið flókið. Þannig ég ætla að sýna ykkur dæmi. Það er A sinnum B plus C er það sama og að segja A sinnum B plus A sinnum C. Það sem ég er búinn að gera hérna í aftari línunni, ég er búinn að margfalda A sinnum B er hér plus A sinnum C sem er hér. Og hvað þýðir þetta? Við skulum skoða dæmi. Ef ég er með bara reiknistæmi 27 plus 45, sumir eiga auðvelt með að reikna þetta í huganum og aðrir ekki. Ef við skoðum þessa tölu, að þá sjáum við fljótlega, ef við skoðum til dæmis 27, og ætla ég að gera það hérna bara til hliðar. Þetta er 1 sinni 27, 3 sinnum 9, og það er ekki mikið fleiri deilar. 45 er 1 sinni 45, 3 sinnum 15, 5 sinnum 9, og það eru nú ekki mikið fleiri deilar þarna heldur. En við sjáum að við erum með sameiginlegan deili hér í 9 og 3, og við veljum yfirleitt stærri deilina því að það einfaldar dæmi meira fyrir okkur. Þá ætla ég að taka 9 út fyrir svigaðina. Sjáðu hvernig 9 kemur hérna fyrir utan svigan. Hvað er 9 sinnum hvað er 27? Það er 3. Sé það hér. Plus 9 sinnum hvað gefur mig 45? Jú, það er 5. Og svo reikna ég út úr þessu. 9 sinnum 8 sem kemur út úr söguna. Þið munið það er sinnum hérna á milli þó að sjáast ekki. Ég hefði alveg eins getað skrifað þetta ef ég nota aðferðina hérna hinum megin. 9 sinnum 3 plus 9 sinnum 5 og þá fæ ég bara upphaflega dæmið. Þetta er leið til þess að taka svona dæmi og brjóta það upp. Og ég fæ út úr þessu 72.
þegar ég er ekki með hærri tölur en þetta þá lítur þetta svolítið út fyrir að vera að gera einfaldan hlut flókin, en þegar við erum komin með bókstafinn í þetta og hærri tölur sem við erum erfiðara með að reikna í huganum, þá er þetta gagnlegt og þetta er regla sem skiptir máli að kunna upp á að ná góðum tökum á því sem kemur í framhaldinu. En þá skulum við segja þessu lokið í bili.